Gott kvöld og velkomin á streymisfund landfyllingu í Skerjafirði. Ég heiti Gunnar Hersveinn og fundastjóri í kvöld. Reykjavíkurborg lagði fram frummatsskýrslu mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar við landfyllingu í Nýja Skerjafirði í nóvember 2021. Athugasemdir sem berast skulu vera skriflegar og hægt að senda athugasemdir til 25. janúar 2022 til Skipulagsstofnunar eða með tölvupósti til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar á skipulag@reykjavík.is. Nú, dagskrá kvöldsins þannig að fyrst mun Pavel Bartósek, formaður skipulags- og samgönguráðs, flytja ávarp, segja okkur aðeins frá Nýja Skerjafirði. Nú, þá tekur við Sigurður Örn Jónsson og segir okkur frá skipulaginu. Hann hér byggingaverkfræðingur hjá Eflu og einnig kemur Ragnhildur Gunnarsdóttir, umhverfisverkfræðingur frá Eflu. Nú, ritari í kvöld Anna Rut Arnardóttir. Þegar þau eru búin að flytja sín erindi þá munum við skoða þær fyrirspurnir sem hafa borist á Facebook eða YouTube. Og þá kemur einnig Ingvar Jón Beits Gíslason frá skipulaginu sem getur svarað og Þórólfur Jónsson, deildarstjóri náttúru og garða. Nú, þá held ég að ég hafi lýst fundinum, hvernig hann verður og ég get boðið Pavel að koma og flytja okkur ávarpið og gera svo vel. Takk fyrir það, Gunnar, og kæra áhorfendur. Verið velkomin á streymisfundum landfyllingu í Nýja Skerjafirði og fyrirliggjandi vinnu við umhverfismat vegna hennar. Mér langar kannski fyrst að rifja upp hvers vegna erum við hér og hver sagan. Og sagan svo að uppur seinustu aldamótum var mikil gróska í skipulagsumræðu borgarinnar. Umræðan flutning flugvallins og Vatnsmýrin var háværari og á endanum var eitthvað niðurstaða með þeirri umræða og svo skoðun að flugvöllin ætti að víkja fyrir íbúabyggð varð ofan á og hefur verið meirihluta skoðun í borgarstjórn Reykjavíkur allar götur síðan. Það sem líka athyglisvert að kjarninn þessar umræðu snerist ekki öryggi, mengun, hávaða, heldur hrein skipulagsleg rök. Margir þeirra sem vildu sjá flugvöllin víkja, og ég var þar á meðal, vildu einfaldlega sjá blómlega þéttabyggð, 102 Reykjavík, rísa í Vatnsmýrinni. Við töldum að vera flugvöllins á þessu verðmæta svæði, þessu verðmæta byggingalandi, stuðla að óþarfa dreifingu byggðarinnar. Raunar má kannski þakka flugvöllin fyrir að hafa geymt Vatnsmýrina fyrir okkur. Ef ákveðið hefði verið að rúlla upp flugbrautunum strax að stýri loknu, hefði skipulagshugmyndir seinni hluta 20. aldar hugsanlega verið ráðandi og við hefðum fengið dreifðari borg heldur en þá borg sem við erum að hanna í dag. En eftir ákveðið var að flugvöllin skildi víkja var eftir alþjóðlega samkeppni. Sigurtala sem eftir Graham Messi sýnt hér og hún var unnin áfram og skilaði sér í aðalskipulagi sem má síðan sjá hér. Og náttúrulega tekur mið af þeirri vinningstillögu. Einkenni tillögurnar til dæmis þessar 4 húsaraðir sem má sjá þarna liggja eftir norður-suður ásnum og þær tengjast þannig að við sjáum að þessi byggð sem við erum að plana í Skerjafirði í dag, göturnar þarna, ef við drögum beina línu, þá tengjast þær inn í göturnar við nýja hlíðarenda svæðinu. Og allar þessar hugmyndir sem eru þarna sýndar gerðu ráð fyrir landfyllingum en þessar hugmyndir landfyllingum hafa sannlega skalast niður á tíma. Við höfum þegar samþykkt deiliskipulag fyrir fyrsta áfanga hins Nýja Skerjafjarðar og það klárt að það í öðrum áfanga sem getur ráð fyrir 4,3 hektara landfyllingu og þá sjáum við hvernig svona ein útgáfa upprunalega útgáfa því hvernig hver átt að líta út þá svona. Nú, ástæð þessa ráðast í þessa landfyllingu að landfylling gerir hverfið náttúrulegra í heild og gefur einnig færi þá að vera með fleiri íbúa og það skapar þá grundvöll fyrir grunnskóla í hverfinu og meiri þjónustu.
Framkvæmd sem slík ekki matskild út af stærðarmörkum einum og sér, en borgin óskaði enga síður eftir því að umhverfismat færi fram. Það gert þess að þetta taka betri ákvarðanir skipulagið og betri ákvarðanir mögulegar mótvægisaðgerðir vegna byggðarinnar. Og þessi fundur partur af þeirri vinnu við umhverfismatið og vinnu við skipulagið, og ég vona að hann verði okkur öllum til gagns, og ég hlakka til að fylgjast með og svara síðan þeim spurningum sem kunna berast hér á meðan streyminu stendur. Kæra þakkir, Pavel. Næst ætlar Sigurður Örn Jónsson, byggingaverkfræðingur, að segja okkur frá skipulaginu á þessum stað. Gerðu svo vel. Góðir áhörendur. Við Ragnhildur frá Verkfræðistofnun Eflu ætlum að fjalla hér landfyllingunni Skerjafirði eins og Gunnar og Pavel kom inn á. Ég ætla að byrja því að fara aðeins yfir skipulagið sem að í rauninni fullnustast með landfyllingunni á síðari skeiðum, en fyrst ætlum við að skoða af hverju við séum komin á þennan stað þar sem við erum. Hér erum við með mynd sem sýnir okkur í rauninni á frekar einfaldan hátt þessa landfyllingu sem við erum að fjalla í þessu mati, og hún byggir í rauninni á því skipulagi sem komið var inn á hér áðan, og í síðari áfanga fyrir nýja Skerjafjörð þá er þetta gráa svæði sem við sjáum fyrir miðri mynd sá hluti fyrirhugaðrar landfyllingar þar sem að verður íbúðabyggð og í rauninni gatnakerfi, stígar og útivistarsvæði. Og við getum svo sem skoðað hvernig þetta lítur út í samhengi við fyrsta áfangan sem að núna á samþykktu skipulagi. Hægra megin á myndinni sjáum við fyllingar, færsla á grjótvörn meðfram flugvöllunum og annað sem þarf til svo að hægt sé að koma veitukerfum, hitaveitur og vatnsveitu í nýja hverfið og í rauninni tengja saman veitukerfin við austanverðan flugvöllin og suður á Kársnes einnig að hluta til, og í rauninni gefur þessu nýja hverfi hita og rafmagn. Hér þá fyrsti áfanginn, þetta samþykkta deiluskipulag frá því síðastliðið vor, og það byggir á rammaskipulagi fyrir hverfið sem var samþykkt fyrir bráðum 3 árum og var útbúið til þess að uppfylla markmiðin í aðalskipulaginu þéttingu byggðar á þessu svæði og öðrum svæðum í borginni. Ástæðan fyrir því að eins og Pavel kom inn á að landfyllingin það sem hún gerir að með því að auka byggingarlandið sem nemur þessum rúmlega 4 hekturum þá næst að byggja hverfi sem að nær ákjósanlegri stærð með tilliti til fjölda íbúða varðandi samnýtingar á innviðum, verslun, þjónustu og skóla. En þessi mynd sem við sjáum hér í rauninni deiliskipulagið fyrir fyrsta áfangan. Og ef við færum okkur aðeins og snúum hausnum örlítið þá sjáum við núna hvernig fyrsti áfangi og annar áfangi spila saman. Þetta sem við sjáum núna fyrsti áfangin eins og hann hefur verið samþykktur og verið að leggja af stað í hönnun á götum og gatna og veitukerfi. Þetta rauða svæði þá í rauninni byggingar sá hluti fyrsta áfangans sem verður byggður. Svo síðari áfangin þá í rauninni þetta græna svæði sem við sjáum hér og samanlagt þá þessi 2 svæði rautt og grænt í fullbyggðum nýja Skerjafirði, samanber rammaskipulagið. Þar verða þá 1300 íbúðir ásamt nýjum skóla, verslun og þjónustu. Og í rauninni rauða svæðið þá fyrsti áfangin og á þeim græna kemur annar áfangin. Og segja má að svona á bilinu 20–25% af byggingarlandi í fullbyggðum nýja Skerjafirði lendir þá á landfyllingunni. Og það þá miðað við að það sé nokkuð jafndreifð byggð yfir allt svæði, þá það svona tæplega 300 íbúðir
miðað við þessar rúmlega 600 íbúðir sem að þá koma í seinni áfangan. Og svo spurningin hvernig nýtist landfyllingin fyrir annan áfangan. Í rauninni má segja að ef við skoðum hérna þessa tillögu að hvernig fullbyggður Skerjafjörður gæti litið út og svo leggjum við undir hann þessa loftmynd sem við skoðum áðan, þá sjáum við það að hér svæði, gulleitt svæði sem er þá í rauninni viðbótin við landin að meðtöldum stæðinu undir samgöngutenginguna suður fyrir flugvöll og fyrir veitumannvirkin. En þetta bleika svæði sem við sjáum hér er þá í rauninni eiginlegt byggingarland sem að þá kemur á landfyllinguna. Og þetta bláa yrði þá byggingarland fyrir íbúðir á núverandi landi í öðrum áfanga. Þannig að þetta er svona stærðargráðunni helmingurinn af lóðafletinum í öðrum áfanganum. Og svo erum við með þetta gula svæði hérna sem er svona svolítið erfitt að skilgreina, en þetta er í rauninni svæði sem í dag er í rauninni toppurinn á fjörunni, stígakerfin, svona þetta svæði sem í rauninni verður þá endurgert við sjávarsíðuna þegar nýjar landfyllingin kæmi. Og með tilkomi þessara fyllingar þá allavega má segja sem svo að þá nýtist í rauninni núverandi land einnig betur til uppbyggingar fyrir gatnakerfi, stíga, útivist og fyrir íbúðabyggð. Þannig að það er svona, heildin verður í rauninni meira samfærandi og af þeirri stærð að betur verður komið fyrir því sem aðalskipulag og gerir ráð fyrir. En núna ætlar sem sagt Ragnhildur að koma upp og segja okkur frá matsferlinu og hvar við erum stödd og hvert við horfum. Já, komið sæl. Ég heiti sérst Ragnhildur og er verkefnisstjóri þessa umhverfismats og ég ætla svona á næstu 15 mínútum eða svo að fara yfir helstu niðurstöður umhverfismatsins og það er rannsóknir sem að farið var út í fyrir umhverfismatið. En eins og Pavel nefndi í sínu ávarpi hérna áðan þá eru framkvæmdirnar sjálfar, framkvæmdir við landfyllinguna í Nýja Skerjafirði í raun og veru tilkynningarskyld framkvæmd, þar að segja hún fellur undir flokk B í lögum mat á umhverfisáhrifum. Þannig að þetta er ekki framkvæmd sem að þarf að fara í fullt umhverfismat eins og framkvæmdir í flokki A, en einhver síður var það ákvörðun Reykjavíkurborgar að gera það, að fara þá leið með þessar framkvæmdir og fara í fullt umhverfismat með öllum þeim rannsóknum sem að þurfti og þá því kynningarferli sem að slíka framkvæmdir fara í gegnum. Matsáætlun sem að er í raun og veru eins konar verkáætlun fyrir umhverfismatið, þar sem að því lýst hvaða rannsóknir eigi að fara út í og hvaða aðilar muni taka þessi rannsóknir og svo framvegis. Hún var samþykkt af Skipulagsstofnun í desember 2020 og frummatsskýrslan sem er til umfjöllunar hérna í kvöld, henni var skilað til Skipulagsstofnunar í byrjun nóvember í fyrra og kynningatímabilið var upphaflega auglýst frá 16. nóvember 2021 til 11. janúar, en þar sem að við erum með þennan fund núna hérna 13. janúar, það var ákveðið að framlengja svolítið kynningatímabilið, þannig að það hefur verið framlengt til 25. janúar og vekjum athygli á því og það er öllum frjálst að senda inn athugasemdir þetta umhverfismat og framkvæmdirnar á meðan á kynningatímabili stendur. Frummatsskýrslan var auðvitað samkvæmt lögum líka send til lögbundinna umsagnaraðila, leyfisveitenda og fleiri aðila og umsagnir þeirra eru flest allar komnar í hús og það er unnið að því bara núna að svara því öllu saman.
hvað umhverfismati sjálft varðar þá eru þetta þeir þættir sem að ákveðið var í upphafi vinnu að þyrfti að leggja mat á og ber hérna fyrst að nefna gróður, strand- og sjávarlífríki og svo í öðru lagi fuglalíf, straumar úti fyrir því svæði sem að landfyllingin er fyrirhuguð á, fornminjar, verndarsvæði aðliggjandi, kem inn á þetta allt saman aðeins nánar hérna á eftir, landslag og ásýnd, umferðarmyndun og umferðaröryggi, hljóðvist og loftgæði og svo lokum útivist og hjóla- og göngustígar. Því þetta eru auðvitað vinsælt útivistarsvæði og þarna eru hjóla- og göngustígar í dag. Hérna sjáum við niðurstöður umhverfismatsins og þið sjáuð umhverfisþættina lengst til vinstri, þar eru þeir listaðir upp. Og svo má segja að hérna efst á stikunu sé svona eins konar einhverna gjöf, þetta þá niðurstöður umhverfismatsins. Þá í raun og veru besta flokki þá það sem heitir verulega jákvæð áhrif, það þá þegar framkvæmdir eru taldar hafa verulega jákvæð áhrif á tiltekinn umhverfisþátt. Talsvert jákvæð áhrif kemur þar á eftir og svo einhvers staðar þarna á milli eru þá óverulega áhrif. Það er nú kannski aldrei hægt að segja að framkvæmdir hafi engin áhrif á umhverfi sitt en þær hafa ekki alltaf endilega afgerandi neikvæð eða jákvæð áhrif. Svo það talsvert neikvæð áhrif og þar eru 2 umhverfisþættir sem eru taldir verða fyrir talsvert neikvæðum áhrifum og það eru fuglalíf og verndarsvæði og svo verulega neikvæð áhrif og gróður, strand- og sjávarlífríki samkvæmt umhverfismatinu talin verða fyrir verulega neikvæðum áhrifum. Aðrir umhverfisþættir, eins og kemur þarna fram í töflunni, eru taldir verða fyrir óverulegum áhrifum. Svo þarna einn þáttur sem sker sig aðeins úr og það landslag og ásýnd og þar var talið vera óvissa niðurstöðuna. Einfaldlega vegna þess að það er auðvitað vissuleyti bara huglægt mat hver áhrifin eru á landslag, hver eru áhrif framkvæmda á ásýnd á svæðum og þess vegna fannst okkur að þar væri niðurstaðan sú að það væri óvíst hver áhrifin yrðu. Það sem ég ætla að gera núna að þetta er náttúrulega fjölmargir umhverfisþættir og það er hægt að lesa sér til þetta allt saman í frummatsskýrslunni og fremst í frummatsskýrslunni ágætis samantekt á öllum þessum umhverfisþáttum og þeirra niðurstöðum, tekið saman í töflu þannig að það þarf ekki að fara í gegnum alla skýrsluna því það er heilmikið rit. En ég ætla að fara yfir niðurstöðurnar fyrir þá þætti sem taldir eru verða fyrir talsvert neikvæðum áhrifum og verulega neikvæðum áhrifum. Ef við byrjum þá á gróðri, strand- og sjávarlífríki. Matið þarna byggt á úttekt RORUM sem eru ráðgjafar á þessu sviði sem voru fengnir til þess að gera úttekt á gróðri, strand- og sjávarlífríki og reyndar fuglalífi líka. Og þar svona megin niðurstaðan sú að fjörulífverur eru kannski augljóslega að missa þarna búsvæði sín. Það eru vistgerðir í víkinni, þær helstu eru leirur og klóðþangsklungur og leirur njóta sérstakra verndar og klóðþangsklungur hefur líka mjög hátt verndargildi og þrátt fyrir mótvægisaðgerðir sem ég fjalla hérna rétt á eftir þá talið að þessar framkvæmdir muni hafa verulega neikvæð áhrif á þessa þætti. Engu síður þá verður það gert þannig að strandlengja landfyllingarna verður mótuð þannig að hún líkist sem mest náttúrulegri strönd og fjöru og ásamt öðrum mótvægisaðgerðum þá vonast til þess að þessi áhrif munu ganga tilbaka með tíð og tíma. Hvað fuglalífi varðar, þá eins og ég sagði áðan, þá það mat líka byggt á úttektir RORUM á svæðinu og þið sjáu þarna á kortinu hvar talningasvæðin eru, þarna við Sélvík, það eru grænu punktarnir sem sjást þarna á kortinu og línurnar afmarka talningasvæðið og þarna fóru talningar fram frá nóvember 2019 fram til ársloka 2020. Og þarna niðurstaðan sú að það eru þarna verður ákveðið rask á leirum, það tapast þarna svæði sem fer undir landfyllinguna og þar leiðandi líka ákveðið tap þá á búsvæðum fugla.
Þetta hangir allt saman, þessi svæði, þar að segja leirurnar þarna á þessu svæði og fjaran, fuglalífið og lífríki þarna í fjörunni. Þannig að með þessu sömu mótvægisaðgerðum sem áætlað að ráðast í, þá líka vonast til þess að fuglalíf og reikna með að fuglalíf muni ná sér aftur á strik þarna með tíð og tíma. Þegar að fínefnasvæði hefur náð að byggjast upp eftir ákveðin tíma með hjálp mótvægisaðgerða. Þarna sjáum við landnotkunar uppdrátt úr nýsamþykktri aðalskipulagsbreytingu og þið sjáum þarna rúðustrikku svæði, þetta eru hverfisverndu svæði og þarna var niðurstaðan líka svo að þarna yrðu verndarsvæði, forsendur verndar yrðu þarna fyrir talsvert neikvæðum áhrifum og það kemur fyrst og fremst til að því að landfyllingin mun þekja þarna leirur sem að njóta sérstakrar verndar. Mótvægisaðgerðir til að koma til móts við áhrifin, neikvæð áhrif sem framkvæmdirnar eru taldar hafa á alla þessa þætti sem ég fjallaði núna, þar að segja gróður, strand- og sjávarlífríki, fuglalíf og verndarsvæðin. Þarna var verkfræðistofan Vatnaskil fengin til að koma með tillögur að útfærslu mótvægisaðgerða til þess að vinna gegn þessu neikvæðu áhrifum og markmið með þessu mótvægisaðgerðum að það geti myndast ný fjörusvæði í stað þeirra sem að raskast við framkvæmdirnar og að fínefnasvæði nái þarna að viðhaldast. Það sem var skoðað hjá Vatnaskilum var að útfæra fláan á landfyllingunni, það er að segja endinn á, nú er ég að reyna að leika fláan á landfyllingunni, ef að landfyllingin er svona eitthvað flatt svæði, þá endar landfyllingin einhvers staðar á einhvers konar halla og það var þá verið að skoða mismunandi útfærslu á þessum fláa, hvort hann ætti að vera mjög brattur eða meira aflíðandi og eins var tekið til skoðunar og reiknað út hvernig það kæmi út að notast við svokallaða botnöxl sem eins konar neðansjávar varnargarður til þess að koma í veg fyrir að straumar verði það sterkir næst landfyllingu að þeir hrífi með sér fínefni og þannig að það kemur þá í veg fyrir að fínefnasvæði ná að byggjast upp. Það sem að þótti koma best út, það að notast við brattan fláa og það augljóslega þegar verið að notast þegar fláin mótaði þannig að hann hafði brattur þá fer minna fínefni undir landfyllinguna og svo það að nota botnöxl með þessari útfærslu. Það þótti koma best út, sýndi sig í þeirra útreikningum. Þannig að þetta eru þær mótvægisaðgerðir sem verið að byggja á. Nú vöktun auðvitað líka mjög mikilvægur þáttur eftir að framkvæmdum lýkur og þar hefur RORM verið falið að fylgjast með framvindu lífríkis í fjörunni og fylgjast með í hver árangurinn að þessum mótvægisaðgerðum verður þegar framkvæmdum lýkur og það fyrirhugað að fara í úttekt fljótlega eftir að framkvæmdum lýkur og svo það bil ári eftir að framkvæmdum lýkur. Svo líka til skoðunar hvort að það sé þörf á að vera með vöktun á meðan á framkvæmdu stendur. Það atriði bara sem til skoðunar. Svona rétt í lokin þá ætla ég að minnast aðeins á þennan þátt sem heitir landslag og ásýnd. Þarna byggðum við matið á arkitektamyndum og skipulagsgögnum fyrirliggjandi og það þannig að byggð á landfyllingunni, eins og Sigurður fór yfir hérna áðan, hún kemur ekki til með að hafa áhrif á útsýni íbúa frá núverandi byggð. Engu að síður mun ásýnd svæðisins breytast við þessar framkvæmdir og það líka ákveðin samlegar áhrif með nýrri brú yfir Fossvog. Þannig að það ljóst að ásýndin mun breytast en hvort að þau áhrif ásýnd verði neikvæð eða jákvætt, það að okkar mati bara huglagt mat hvers og eins og þess vegna fannst okkur að þarna væru áhrifin óviss. Næstu skref í hvað umhverfismati varðar þá bara þau að nú lýkur kynningatímabili frummatsskýrslunnar á næstu 2 vikum
og þegar því lýkur þá verður útbúin það sem að heitir matsskýrsla og það er þá í raun og veru bara þessi sama frummatsskýrsla þar sem að allar athugasemdir og umsagnir frá umsagnaraðilum eru teknar saman og í einhverju tilfellum getur okkur þótt ástæða til að gera eitthvað smávægilega breytingar á skýrslunni eða koma ábendingar að við gætum hafa notast við eitthvað betri gögn eða nýrri eða eitthvað slíkt. En í flestu tilfellum þetta nú mjög litlar breytingar sem eru gerðar og síðast en ekki síst þá komu þetta öll svör við athugasemdum og umsögnum fram í matsskýrslunni. Og þessu plaggi síðan skilað til Skipulagsstofnunar og það er á henni sem að Skipulagsstofnun síðan byggir sitt loka álit á umhverfismatinu. Og með þessum orðum vil ég þá bara þakka kærlega fyrir og gef orðið þá til fundarstjóru. Já, kæra þakkir. Það hafa borist hérna nokkra spurningar. Þú getur kannski svarað eitthvað af því og Sigurður og svo er líka hérna Þórólfur og Ingvar. Spurt hefur verið tekið full tillit til athugasemda frá náttúrufræði og umhverfisstofnun sem gera verulegar athugasemdir við fyrirhugaða landfyllingu. Sérstaklega í ljósi þess að Skerjafjörður er skipulagður sem alþjóðlegt mikilvægt fuglasvæði. Hver getur svarað þessu? Já. Sigurður, komdu líka hérna? Mér dettur helst í huga að segja að ef að þessar athugasemdir eru komnar fram á fyrri stigum þá kann að vera að þeim hafi verið svarað áður eða þá að þær verða teknar fyrir í matskýrslunni og þeim öllum svara þar eins og Ragnhildur kom inn á. Já. Það verður öllum umsögnum og öllum athugasemdum verður svarað í matsskýrslunni. Já. Svo er spurt hvort Ragnhildur tali fyrir Eflu, Reykjavíkurborg eða Skipulagsstofnun. Fyrir hvað talað þú? Ég tala fyrir Eflu. Efla er sem sagt ráðgjafi Reykjavíkurborgar í umhverfismatið og skipulagi varðar. Já. Hvers vegna er tíminn ekki lengri sem fólk hefur til að koma með athugasemdir? Þetta er frestu til athugasemda þetta er bara bundið í lögum mat á umhverfisáhrifum. Kynningartímabilið af ákveðinni lengd og það var ákveðið að framlengja það í þessu tilfelli. Pavel, vilt þú kannski bæta við hér? Ég kannski svara þessu spurningum lengt frest þetta einhver leiti, þetta kannski beint til okkar í pólitíkinni. Við að sjálfsög ráðum einhver leiti umfang þess hver stuttan langan átöðslega fröðum, auðvitað einmannmarka laga, en ég vil alltaf meina að þessi frestur sé ekkert sérstaklega stuttur. Hér er að ræða þá í heildina 2,5 mánuði sem fólk hefur til að koma athugasemdir við sem auðvitað getur verið einhver finnist stuttur en venjulegur auglýsingaþjónustu vegna skipulags kannski 2-3 vikur og vegna lagafrumvarps á þingi eitthvað svipað. Þannig að ég vil meina allavega þeir sem við eigum að gefa fullan tíma til þess að þeir sem hafi vilja koma sínum skóla framfyrir geti gert það innan þess tíma og nú hefum bætt við 2 vikum við viðbót, þannig að það ætti að vera nóg. En kannski svo komið spurning varðandi umhverfisstofnun, þá náttúrulega má skilja umhverfisstofnun á einum kafla þannig að hún raunin leggur til að það sé ekki farið í landfyllingu og þá er augljóst að það er ekki að koma til móts við þau sjónarmið að fullu öðru sem falla að hætta við landfyllinguna. Það er kannski svona ákvörðun sem þarf bara að taka hér í kjölfara á þessari frumvarpsskýrslu þegar unnið á henni. Já, það er hérna sem hafa áhyggjur af því að segja sér slæm hugmynd að byggja á landfyllingu að því sjávarstaða muni hækka á næstu árum. Hvað segir þið um það? Já, ég get nú bara sagt það að við gerð skipulagsins, þar sem að ASK-arkitektar voru á samt Eflu unnu að þessu á síðustu árum, þar er tekið tillit til þeirra hækkunar viðmiða sem að Veðurstofan og alþjóðlega samtök og er líka bundið í skipulagslögum. Það er tekið tillit til þeirra hækkunarparametra sem þar koma fram. Já. Þannig að þetta er ekkert að fara frekar undir sjó heldur en gengur og gerist. Skerjafjörðurinn við hliðina til dæmis. Já. Svo er hérna spurning
Það einn sem að spá í hvort að segja að nota sturta jarðvegi frekar við enda flugbreytarinnar og búa þar til tipp sem myndi síðan nýtast sem landfylling fyrir fyrirhugaða brú. Já, þá ímyndaði mér að það sé hugsanlega verið að tala þá uppúrtekt eða þann uppgröft sem kemur þegar hverfi byggist. Gæti verið? Já, ef við gefum okkur það að þá má rauninni segja að allur jarðvegur sem að kemur upp við gerð byggðarinnar í fyrsta áfanganum sem dæmi, að hann verður reynt að nýta hann eins mikið og hægt á staðnum á núverandi landi, ellegar nýta hann til landmótunar á nálægum svæðum eða ef önnur skipulagssvæði í borginni þurfa jarðveg sem þau geta þá nýtt til þess að gera manir eða ýmiss konar landmótun. En það er rauninni ekki tímabært að nýta þann jarðveg í landfyllinguna því að hún hefur náttúrulega augljóslega ekki verið samþykkt ennþá og hvað þá deiliskipulagið alla leið. Já. En hvort að þennan jarðveg megi geyma við enda flugbrautarinnar, það í sjálfu sér, það mjög takmarkað landrými til þar og í rauninni þá erum við komin inn á flugvallarsvæðið ef við ætlum að fara að setja þetta á núverandi land og þar eru ýmsar hæðartakmarkanir sem að koma í veg fyrir slíkt. Já. Svo spurt hérna staðaranda. Hefur verið skoðað hvernig staðarandi hefur áhrif á gæði staðarins til búsetu og tengsl þess við sjálfbærnimarkmið. Eru þið með svarið þessu eða einhverju aðrir? Ingvar, vilt þú svara eða? Getur þú svarað? Ég kann allavega lítið staðaranda, annað en hér á þessum stað er góður andi. Já, þá kannski Ingvar vill bæta einhverju við hér, gerðu svo vel. Já, takk fyrir. Komið sæl. Já, við vinnslu á sem sé upp úr rammaskipulaginu á fyrsta áfanga, þá var leitast við að prjóna saman við þarna byggðina sem er núna fyrir í Einarsnesi. Það eru raðhús sem að eru þarna næst gamla Einarsnesi, gamla Skerjá, sem verða svo yfir í þéttari reiti, randbyggðareiti. Þannig að það var leitast við það að hafa líka mænistefnu þakka mismunandi til að fá uppbrot og skapa fjölbreytileika. Þannig að það meðal annars er þessi atriði og skapa hverju samtann. En fyrst þú ert komin hérna, þá er ein spurning, landfylling, er hún nauðsynleg forsenda fyrir uppbyggingu hverfisins? Eins og Sigurður kom inn á í sínum inngangi eða sem sé kynningu, þá er full landfylling ekki mikið að breyk fyrir þarna Skerjafjarðarbyggðina. Hins vegar er stærðin 1300 íbúðir ákjósanleg stærð upp á að fá þennan massa af íbúum á þennan stað upp á að skapa framboð af þjónustu og einnig vegna skólans að skólinn sé að þeirri stærð, sérstaklega unglingadeildin og þá sérstaklega að sé framboð af frístundastarfi eða frístundaframbóði. En það er hæglega hægt að byggja á því landi sem er út í staðar, annan áfanga, án þess að kollvarpa þessum hugmyndum. Einn var að spá í hvort að verða að skipta verkinu upp í smærri áfanga þannig ekki þurfa að koma til landfyllingar. Er eitthvað svar við því? Nei, jú, mér dettur hug sko, það var ákveðið hérna fyrr í ferlinu að skipta honum upp í þessa tvo megin áfanga. Fyrsta áfangan sem núna hefur verið samþyktur og er allur á núverandi landi og svo að síðari áfengin þá væri þá að hluta til á núverandi landi og svo hugsanlega á landfyllingunni. Þannig að í rauninni áfangaskiptingin hefur verið gerð nú þegar og minni áfangar en þessir tveir eru svo sem ekki kannski að gefa okkur neitt meira heldur en að hafa þá tvo. 3 gæfi okkur væntanlega ekkert meira en 2 áfangar í sjálfu sér til að stefna að þessu marki. Já. Því að svona flesta spurningarnar komna en hérna sko við erum náttúrulega með þarf að senda inn á skipulag@reykjavík.is og við tökum hérna
með rítara. Já, hvað segir þú, Pavel? Ég mun ákvað kannski bara fara yfir það sem ég hef séð og ekki verið klárað sko. Það var alltaf með Þórður Vilbergs sem spyr hér hefur viðhorf þeirra sem búa í Skerjafirði og nágrenni verið kannað með formlegum hætti til dæmis með Gallup-könnun eins og var vegna vinnutillaganna í háalitu bústæði stendur til að kanna vilja Skerjafirðinga og þeirra sem mál sem varða með sama hætti ef ekki hvers vegna. Og þannig vísað í nýja könnun sem við létum framkvæmda tengslum við hverfskipulag háalitis og bústaða þar sem voru hugmyndir sem vöktu mikla umræðu í hverfinu og varðaði nær hverfi þeirra íbúa og við létum gera könnun og niðurstaðan úr henni var að það var sumar hugmyndir sem var tekið neikvætt í og þeim var þær voru settar hliðar og aðra sem var svona betri rómurgjur að og þeim var haldið áfram. Þetta hverfi náttúrulega alltaf öðrum stað. Við erum búin að samþykkja aðalskipulagi að fara í uppbyggingu stað, við erum búin að samþykkja fyrsta áfanga í deiliskipulagi. Það næst á dagskrá að fara í gatnaframkvæmdir og fara deyr út lóðum, þannig að það mín skoðun, það stendur ekki til að draga þá uppbyggingu tilbaka með hliðsjón af einhverju Gallup-könnun sem við gerum. Það einfaldlega mál sem komið miklu lengra heldur það. Þannig að og þar fyrir utan þá kannski þetta aðeins annars eðlist. Við erum hér ekki að kenna hug íbúa í grónu hverfi til þess að breyta einni götu, heldur varðar þetta aðskipulag Reykjavík í heild sinni og þar held ég að borgarbúa allir eigi að hafa skoðun á því og þeir gera það í gegnum umboð til sinna kjörnu fulltrúa sem taka þær ákvörðun. Já, einmitt það var spurt þetta. Takk fyrir það. En já, við munum taka þetta saman og segja frá þessu og svara allir fyrir spurningum sem berast og athugasemdum sem þetta senda skriflega á skipulag@reykjavik.is. Þú kannski flytur loka orð fundarins í kvöld, gerðu svo vel. Takk fyrir það. Ég menn kannski ef við fer að það eru nokkrar. Ég sé að Jens Pétur Jensen líka með spurningu hafa höfundar einhverja hugmyndu hversu margir nýta sér fjöruna og fuglalíf hennar viklu allt árið. Eru engir fuglavinnir með að skýrslu höfunda? Ég kannski svara nú bara fyrir, ég veit ekki hvort ég að svara fyrir hönd þeirra að það klárlega kemur þetta fram í tengslum við þessa skýrslugerð að það mat í skýrslunni að þessi framkvæmd hafi verulega neikvæð áhrif á þennan þátt. Þannig að það ekki hægt að saka þá sem skrifa skýrslunum að þeir sýni þýðingaskilning. Það kannski þá hægt að frekar að beina til þeirra sem vinna úr því. En það alltaf ákveðið hagsmunamat eins og kemur kannski fram. Við erum í borg, þannig að það þarf alltaf vega og meta með hvaða hætti við tökum okkar ákvarðanir. Það klárlega þannig að umhverfisgæði skipta okkur gríðarlega miklu máli og það nú hluti af þeirra ástæð fyrir því að við förum í þá vinnu að gera umhverfismat á þessar framkvæmd þó svo hún sé ekki matskild samkvæmt lögum. Það til þess að geta vegi og metið alla þessar hlut og tekið síðan ákvarðanum hvað betra að gera fyrir okkar umhverfi. En svo erum við líka, eins og ég segi, í borg og við þurfum stundum að vega og meta hluti svo sjálfbæra þróun, hvernig viljum við sjá borgina byggjast upp og leggja þar á vogarskálar saman við aðra þætti eins og náttúrugæði, eins og fjörur. Við höfum farið í mikla vinnu á undanförnum árum að friða fjörur víðsvegar í Reykjavík, hvort sem á meðfram ægisíðu eða á norðurhluta borgarinnar hjá Geldinganesinu og á því svæði þar í kring nálægt Mosó, þannig að það sannarlega verið unnið mikil vinna með það markmið, en það eru auðvitað síðan ákveðin sjónarmið sem á vega uppi. Til dæmis ef við viljum byggja upp gott borgarumhverfi þá getur verið vel réttlætanlegt að fara í landfyllingu og það alltaf mín skoðun, svo ég set hana fram að það vel réttlætanlegt í mörgum tilfellum að fara í landfyllingu til þess að búa til svona betra borgarumhverfi í heild sinni. En það hins vegar bara mín persónulega skoðun og við vinnum núna auðvitað úr þeim athugasemdum sem munu berast á næstu 2 vikum og ég sé svona fyrir mér að þeim verði þá svarað og við fáum þá endanlega matskýrslu þar í lokin og svo tekur við vinna við að klára þetta deiliskipulag með þeirri útfærslu á landfyllingu sem æskileg verður. En tek þá fram að það kannski engin asi á okkur hvað þetta mál varðar fyrir utan það okkur langar alltaf að klára deiliskipulag sem ræðast vegna þess að við höfum á undanförnum árum og undanförnum mánum skipulagt alveg gríðarlegt magn af nýjum byggingalóðum í Reykjavík. Við höfum heldur bara á þessu ári klárað byggingalóð fyrir það byrja 3000 íbúðir
Þannig að það ekki þannig ef við séum brenn út á tíma með það að klára þetta tilgreinda skipulag, en það verður auðvitað gott að fá einhver heildarmynd á því hvernig nýi Skerjafjörður lítur út og ég held að nýi Skerjafjörður verði sannlega hverfi sem muni takast vel til og sem hverfi sem fólk muni vera búa í. En ég þakka öllum frummælendum sem tóku þátt í að kynna niðurstöðu þessa frumvarpsskýrslu, öllum sem fylgdust með í streyminu og hvet fólk til að senda spurningar eða bara senda spurningar til mín beint ef það vill einnig og við munum sjálfsögum svara þeim öllum. Þakka ykkur fyrir.